nafni Guðs, Föður og Sonar og heilags anda. Látum oss biðja. Almáttugi miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbittnum huggun og hinum deyjandi líf, Guð alls þolgæðis og allrar huggunar. Hjálpa oss til að öðlast trú og vona á þig og treysta nálægð þinni og kærleika. Og blessa oss Drottinn þessa stund í helgidómi þínum og lát oss finna huggun og styrk fyrir samfélagi við þig og þinn blessaða son Jesú Krist. Vér biðjum. Í Davíðssálmum standa þessi orð: Lofa þú Drottinn sála mín og allt sem í mér hans heilaga nafn. Lofa þú Drottinn sála mín og gleymi eigi neinum velgjörðum hans. Hann fyrirgefur allar misgjörðir þínar, læknar öll þín mein, leysir líf þitt frá gröfinni, krýnir þig náð og miskunn. Náðugur og miskunnsamur Drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Eins og faðir sýnir miskunn börnum sínum, eins hefur Drottinn sýnt miskunn þeim óttast hann, því að hann þekkir eðli vort. Minnist þess að vér erum mold. Miskunn Drottins við þá óttast hann, varir frá eilífð til eilífðar. Amen.
Heyrum heilagt guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Þá hvíldardagurinn var liðinn, keyptu þær María Magdalena, María móðir Jakobs og Salóme ilmsmist til að fara og smyrja. Og mjög árla hinn fyrsta dag vikunnar sólarupprás koma þær að gröfinni. Þær sögðu sín á milli, hver mun velta fyrir okkur steininum frá grafarmunnanum. En þegar þær líta upp sjá þær að steininum hafði verið velt frá, en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann sitja hægra megin, klæddan hvítri skikkju, og þær skelfdust. En hann sagði við þær, skelfist eigi. Þér leitið að Jesú frá Nasaret, hinum krossfesta. Hann upprisinn, hann ekki hér. Sjáið þarna staðinn þar sem þeir lögðan. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall, lof sé þér Kristur. Amen. Daga langa
Kæru vinir, við skulum biðja saman með orðum séra Hallgríms Péturssonar og segja: Vertu Guð Faðir, Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Amen. Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Þegar við komum saman hér í Þorlákskirkju til að kveðja Sigurhönnu Gunnarsdóttur, leitar hugur okkar til Guðs í bænum styrk og þrótt, en einnig til helgra orða í leitað huggun. Í dag koma mér í hug orðskviðir Salómons konungs, þar sem segir meðal annars: Verkin lofa væna konu. Þegar dauðinn hefur vitjað, gott að geta með þessum orðum: minnst mætrar konu með þökk og virðingu, orðum sem segja í raun meira en flest önnur þegar við minnumst einkenna hennar og eiginleika. Hún þurfti auðvitað að reyna sitt af hverju í lífinu eins og gengur, en kjarkurinn og dugnaðurinn sem hún bjó að það sem stendur upp úr. Á hverju stundu minnumst við líka orða og verka frelsarans Jesú Krists sem hjálpa þeim trúa að eygja von kraft, æðruleysi og líkn í þrautum. Þegar erfiðleikar steðja að gott að geta treyst því að Drottinn standi við hlið okkar til að hvetja okkur áfram og forða því að við missum kjarkinn. Sigurhanna, eða Hanna eins og hún var gjarnan nefnd, fæddist á Húsavík 21. desember 1932, dóttir hjónanna Elínar Málfríðar Jónsdóttur húsfreyju og Gunnars Maríussonar bónda á Bakka á Tjörnesi. Hún var elst 12 systkina og sú þriðja þeirra sem kveður. Áður eru látnar systurnar Björg sem andaðist 1999 og Helga sem lést 9. febrúar síðastliðinn. Systkinin sem lifa í fæðingaröð þessi: Jón Bergmann, Hlaðgerður, Maríus, Guðrún Matthildur, Sigurlaug, Vigdís, Inga Kristín, Benedikt og Hákon. Á kveðjustundu senda þau systur sinni kæra kveðju með ástarþökkum fyrir samfylgd og vináttu frá fyrstu tíð. Hanna ólst upp í húsinu að Árgötu 8 á Húsavík sem heitir Marahús. Fjölskyldan var fjölmenn en auk hennar bjuggu þar föður, amma og afi, þó að fermetrarnir væru sjálfsagt ekki margir á hvern einstakling, var samt alltaf nægilegt rými fyrir alla, mikill kærleikur, matur handa öllum og líf og fjör. Fjölskyldan var allatíð afar samhent. Hanna lauk skólagöngu sinni frá barnaskóla Húsavíkur, þar sem hún átti systkini í hverjum bekk og meira að segja 2 í einum, þar sem systkinin Björg og Maríus fæddust á sama árinu, í janúar og desember 1939. Eins og títt var á þessum árum fór hún snemma að heiman í vist sem kallað var. Hún starfaði meðal annars í Reykjavík þar sem hún kynntist fljótlega ungum manni sem dansaði vel og heillaði hana upp úr skónum. Þar var á ferð Jón Einar Hjartarson frá Melabergi í Miðneshreppi og tókst með þeim vinskapur sem aldrei bar nokkurn skugga á upp frá því. Hann fæddist 3. maí 1931 og var sonur Sveinbjargar Jónsdóttur húsmóður og Hjartar Björgvins Helgasonar bónda og kaupfélagsstjóra. Jón Einar andaðist 24. október 2014 og hvílir hér í Þorlákskirkjugarði. Þau hjónin eignuðust 4 börn og eru 3 þeirra á lífi. Yngsta son sinn mistu þau skömmu eftir fæðingu 1966. Hin eru Elín Björg, eiginmaður hennar var Davíð og Davíðsson sem lést 8. september 2020. Synir þeirra eru Einar Örn
og Úlaf Veigar, barnabörnin eru 4. Næstur Hjörtur Bergmann, kvæntur Hrönn Guðmundsdóttur og eiga þau börnin Hákon, Hrafnhildi Hlín og Sigurhönnu Björg. Barnabörnin þar eru 8. Og yngstur Gunnar Hrafn, kvæntur Berglindi Sigurðardóttur. Synir þeirra eru Þráinn Ómar, Soffonías Friðrik og Sigurjón Einar og barnabörnin eru 8. Hanna og Jón gengu í hjónaband 1952 og hófu búskap sinn í Reykjavík en fluttu síðar í Kópavog þar sem þau keyptu sína fyrstu íbúð. Þar bjuggu þau til ársins 1961 þegar þau festu kaup á jörðinni Læk í Ölfusi og fluttu þangað. Fyrst bjuggu þau hefðbundnu blönduðu búi eins og þá tíðkaðist. Síðar stundaði Jón vörubílaakstur samhliða búskapnum og rak svo plastverksmiðjuna Plastmótun til fjölda ára. Hanna starfaði lengst af sem húsmóðir á annasömu heimili á Læk en með árunum breyttust búskaparhættir og hún fór að vinna utan heimilisins og þá mest í Hveragerði. Hún vann tíma hjá Hótel Örk þar sem hún sá blómin. Hún vann á Heilsustofnun Náttúrulækningafélagsins, var í grunnskólanum og einnig tíma hjá Sláturfélagi Suðurlands á Selfossi. Heima við naut hún þess að vinna í stóra garðinum sínum sem alltaf var til sérstakrar fyrirmyndar. Hún gróðursetti af smekkvísi, hlúði að því sem átti að vaxa en hreinsaði burt illgresi og ræktaði grænmeti til heimanota. Eftir að hún fékk lítið gróðurhús notfærði hún sér að rækta þar ýmislegt sem annars átti erfitt uppdráttar utandyra í íslenskri veðráttu. Garðurinn á Læk var rómaður enda oft haldnar þar veislur af ýmsum tilefnum. Því hjónin voru bæði félagslynd og frábær heima að sækja. Í seinni tíð safnaðist stækkandi fjölskylda Jóns og Hönnu saman á Læk, jafnt innan sem utan dyra, til að treysta fjölskyldu og vinabönd og til að njóta stórkostlegra veitinga sem henni var svo eiginlegt að töfra fram. Hanna var alla tíð afar smekkleg í höndunum og einstaklega vandvirk. Meðan hún var yngri saumaði hún mikið á börnin sín og síðar á barnabörnin. Allt hennar handverk bar vitni nákvæmni og alúð. Hanna á Læk var skarpt greind og afar minnug kona sem hafði mjög ákveðnar skoðanir á málefnum lands og þjóðar og fór ekkert dult með, en ávallt af kurteisi og háttvísi. Hún var fylgin sér ef hún ætlaði sér eitthvað. Var mikil félagsmálakona og meðal annars formaður Sambands sunnlenskra kvenna árið 1975 til 1981, þar sem hún naut mikillar virðingar. Á kveðjustundu hef ég verið beðin fyrir kæra kveðju frá félögum hennar í Sambandi sunnlenskra kvenna sem þakka af alhug allt hennar fórnfúsa og óeigingjarna starfi í þágu sambandsins. Leið og samúðarkveðjur eru fluttar aðstandendum. Síðari árin var Hanna heiðursfélagi í félagi eldri borgara í Ölfusi. Og hvar sem hún kom, var henni efst í huga réttlæti og jöfnuður allra, ekki hvað síst jafnrétti kynjanna sem hún studdi af alhug alla tíð. Þegar hún missti Jón sinn úr krabbameini eftir að hafa hjúkrað honum og sinnt heima á Læk af miklum kærleika og ósérhlífni, bjó hún áfram í húsinu sínu til ársins 2021 þegar hún flutti að Egilsbraut 9 hér í Þorlákshöfn. Áfram átti hún samt sínar yndislegu stundir þegar hún gat gist í húsinu sínu á Læk og sinnt garðinn sem hún og Jón höfðu hannað svo fallega. Hanna andaðist á heimili sínu hér í Þorlákshöfn eftir afar stutt veikindi og alveg eins og hún hafði kosið sér,
í friði og faðmi fjölskyldu sinnar. 27. febrúar síðastliðinn á 93. aldursári. Eftir því sem fjölskyldan stækkaði fór ekki framhjá neinum hversu heitt Hanna á Læk unni fólkinu sínu. Hún fylgdist vel með öllum sínum afkomendum, studdi þau og hvatti til dáða. Hún efaðist aldrei gott og heiðarlegt hjartalag þeirra allra og geislandi fegurð, enda dáðu þau öll mömmu, ömmu og langömmu. Hún var sjálf hagmælt og samdi ljóð og gamanmál til fjölskyldunar á tímamótum. Öll eiga þau í fórum sínum einn eða fleiri slíka gullmóla. Á kveðjustundu nú vilja þau fá að þakka henni og þá ekki hvað síst barnabörnin sem muna svo vel hvernig amma á Læk var alltaf, alla tíð. Þetta kjósa þau að gera með ljóði eftir kunnan húsvíking sem Hanna sjálf þekkti vel, Valdimar Hólm Hallstað, en hann sagði eitt sinn: Ég kveð þig, amma, með klökkva í dag, nú hvísla hinir gömlu fundir, nú óma strengir hið ljúfa lag liðnar hamingjustundir. Og þegar ég síðan finn sunnan blæ af sál og fegurð góðra manna, þá sé ég þig, amma, og sest hjá þér í sólskini minninganna. Frá benskunnar vori eru bundnar þér mín barnslega trú og gleði. Svo ljúf og hógvær þú leiddir mig og leiðsögn hins góða réði. Og þú sem varst gjöful af góðum hug, átt gróanda í vitund minni, það veitti mér lífsþrek að vera studd af vinar hendinni þinni. Elsku vinir, við erum hér samankomin til að kveðja og þakka. Fjölskylda Hönnu hefur beðið mig að koma hér á framfæri einlægum þökkum til starfsfólks Nýjunnar, Dagdvalar og heilsugæslu Þorlákshafnar fyrir einstaka nærveru og hlýhug. Fyrir sérstakar kveðjur hafa nokkrir beðið sem geta ekki verið hér í dag og sérstakar kveðjur skulu hér fluttar frá Emmu Hrönn Hákonardóttur sem við nám í Bandaríkjunum og getur ekki verið hér í dag en fylgist með okkur í streyminu. Hjónin Hrafnkell Karlsson og Sigríður Gestsdóttir á Hrauni í Ölfusi þakka fyrir margvísleg og góð samskipti við Hönnu langt árabil. Þau eru á heimleið úr leyfi en ná ekki að vera hér með okkur í dag. Elín Maríusdóttir, bróðurdóttir Hönnu sem býr í Öxarfirði og var mikið í sveit á Læk, þakkar fyrir ást og hlýhug í sinn garð alla tíð. Og systurnar Jakobína, Arna og Silja Rún Guðmundsdætur sem ekki geta verið viðstaddar athöfnina biðja fyrir innilegar samúðarkveðjur til allra aðstandenda og ástvina Sigurhönnu. Elsku vinir, missir ástvinar kallar ævinlega fram trega þeirra sem eftir lifa og sakna. Þá gott að minnast þess að þó sorgin hafi vitjað Guð nú og alltaf, huggun sorgbytnum, svölun þyrstum sálum og athvarf frá kyni til kyns. Að loknum vinnudegi fer moldin aftur til jarðarinnar þar sem hún áður var, en andinn, hinn ódauðlegi maður, hinn eilífa sál til Guðs sem gaf, þess sama Guðs og lætur stjörnur og tungl lýsa náttmyrkrið og gefur von. Á kveðjustundu felum við látna vinkonu honum sem hjartað skóp og skilur og engum bregst. Dýrð sé Guði, Föður, Syni og heilugum anda, svo sem var í upphafi, og verður aldir alda. Amen. Kæru vinir, hér eftir athöfnina verður kista Sigurhönnu lögð niður hér á stéttinni fyrir framan þar sem þið geti gengið að henni og gert krossmark og kvattað ykkar vild og síðan verður kistan borin út í kirkjugarðinn
Og þá hef ég einnig verið beðinn að minna ykkur á það sem stendur í sálmaskránni, að fjölskyldan býður öllum viðstöddum að þiggja veitingar heima á Læk í Ölfusi að athöfn lokinni. Rísið á fætur og takið postulegri blessun. Náðin Drottins vors Jesú Krists, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé og veri með oss öllum. Amen. Látum oss biðja. Lifandi Drottinn, vertu oss nálægur á hverri stundu hverfullar ævi og helga jarðlífssporin svo að vér, studdn á þinni, hljótum þá arfleifð sem þú hefur kallað oss til. Blessa oss öll í lífi og dauða, blessa þú minningarnar sem þessi stund helguð og lát þær bera þér vitni oss til blessunar alla daga. Við þökkum þér fyrir að þú gafst oss Sigur Hönnu Gunnarsdóttur. Við felum þér hana og framtíð vor allra. Veit henni þinn eilífa frið og fögnuð í dýrð hjá þér. Og allar bænir vorar felum við í þeirri bæn sem Drottinn hefur kennt oss og biðjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki. Verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Amen.
sætum. Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krist, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Jesús sagði, ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða, af jörðu skaltu aftur upprísa. Veit henni drottin þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa henni, hún hvíli í þínum friði. Amen. Drottin blessi þig og varðveiti þig, drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur, drottin upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs, Föður og Sonar og heilags anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir drottin vor Jesú Krist. Amen.